Góðan dag, gott fólk. Gott að sjá okkur í dag. Við ætlum að lofa Guð saman. Allavega við. Ég ætla að lesa eins fyrir okkur í Sálmi 103. Það segir, lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allan misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þín náð og miskunn. Hann mettar þig gæðum, þú yngist upp sem örninn. Halleluja. Takk Jesús, við höfum góðan Guð. Við höfum góðan Guð. Amen. Við ætlum að lofa hann í dag. Og ekki að rísa á fætur og lofa Guð. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, and praise when I don't. I praise 'cause I know still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you soared, praise 'cause you reigned, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you soared, praise 'cause you reigned, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul.
Halleluja, Jesus. Takk drottinn minn og Guð, við bara lofum því í dag. Við viljum bara heiðra þitt nafn í dag, Jesus. Halleluja, og gefa þér alla okkar lofgjörð, drottinn minn og Guð. Halleluja, Faðir. Takk, Jesus. Halleluja, Jesus. Hér sé lof, drottinn Guð, lofa sé þinn nafn, leið mér að tigna þig, syngja lofsöng til þig, lofa þig, leið mér að tigna þig. Sólin rís, dagur nýr sá, syng þá lofsöng þig á ný, og hvað svo sem gerist á göngu þennan daginn, gef mér að syngja þar til róðna skín. Sé lof, drottinn Guð, lofa sé þitt nafn, leið mér að tigna þig, syngja lofsöng til þín, lofa þig, leið mér að tigna þig. Þín ást rík, þú seig til reiði, þín raust mikil, þú elskar mig, gæsku þína vil ég glaður syngja. Þú gafst mér ástæðu að lofa þig. Hér sé lof, drottinn Guð, lofa sé þitt nafn, leið mér að tigna þig, syngja lofsöng til þig, lofa þig, leið mér að tigna þig. Og daginn þann ég megnei meira, og markið nálgast mér endaraun, syng ég þig hjartans lof má heyra. Í himni Guðs eilíft líf ég laug. Hér sé lof, drottinn Guð, lofa sé þitt nafn, leið mér að tigna þig, syngja lofsöng til þín, lofa þig, leið mér að tigna þig.
Synger lovsöng till þín, lofa þig, leyf mér að tigna þig, leyf mér að tigna þig, leyf mér að tigna þig. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope and you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope and you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great
shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Takk Jesus. Halleluja Faðir, þú mikli Guð. Halleluja Jesus. Halleluja Vá, hversu frábæri lofgjörð Guðs að lofa drottin Guð af öllu hjarta, öllu sál og öllum huga og öllum mætti. Ó, Kyria læra Masakaria læra Masaria. Ó, drottin Jesús, bara lofaðu og tignaðu upp hefur þitt heilaga nafn. Þú sem Guð almáttugur, skapari himins og jarðar. Þú sem fórst á krossin fyrir okkur, dóst fyrir okkar syndir. Allt sem við höfum gert tókst þú á þig, svo þurfti ekki að fórna endalaust. Ó, drottin minn, bara eitt skipti fyrir öll og tókst þú þetta allt á þig, drottin minn. Og ég bara lofaðu og tigna þitt nafn og einn þú verður að vera lofaður og tignaði, drottin minn. Heilagi Faðir, takk drottin Jesús. Ó, Kirama Santaria Antaria. Ó, heilagi Faðir. Ó, drottin Jesús, bara lofaðu og tignaði, drottin minn. Takk fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur. Takk fyrir allt, heilagi Faðir. Takk fyrir lífið, takk fyrir ljósið, takk fyrir það sem þú skapað, drottin minn, til þess að við mættum vegna vel, drottin minn. Heilagi Faðir, ó, drottin, bara lofaðu og tignaði, drottin minn. Ó, Jesús Kristur, ó, lifandi Guð, læknirinn okkar. Ó, friðar höfðingi, undrar ráðgjafi, skapari himins og jarðar. Áður en við erum til varst þú, drottin minn. Áður en Abraham, Ísak og Jakob, þá varst þú, drottin minn. Heilagi Faðir, og ég bara lofa og tigna, drottin minn. Og Faðir, ég bara bið, drottin, heilagi andi, bara velkomin á þessa samkomu. Velkomin hér inn að fylla okkur að lífi þínu, fylla okkur á þér, að þinni heilugu nærveru, drottin minn, að finna hann sterk. Þú ert lifandi sannur Guð og ekkert jafnast á þig. Og þinn heilagur andi sem þú fyllir innra með í líf okkar, drottin minn, til þess að lofa upphæfa þig, drottin minn, til þess að leiðbeina okkur og leið lífinu, drottin minn. Og Faðir, bara heilagur andi, vertu velkomin hér inn. Hvert einasta sæti, drottin minn, sem hér inni, drottin minn. Og heilagi Faðir, og megi bara fyllast þau sæti sem eru laus, drottin minn.
Faðir, ég bið, Drottinn minn, að fylla í þau sæti sem eru laus hér í dag, Drottinn minn, að þínu fólki, að þínu verkafólki sem lofar að tigna þig, sem eru með orð þitt og þig í hjarta sínu, en þorir ekki að koma á samkomu, Drottinn, þorir ekki að fara í kirkju. Ég bið, Drottinn, að vekja upp þetta fólk, Drottinn, mættu þau sjá og heyra og finna hversu lifandi þú ert og þú þráir þeirra lofgjöf, Drottinn, að við séum saman að lofa og upphefja þitt heilaga nafn, Drottinn minn. Ekkert annað þráir þú, heilagi Faðir. Drottinn Jesús. Bara fyll ykkur hvert einasta sæti hér inni, Drottinn minn. Í Jesú heilaga nafni. Fyrir Jesú blóð, Drottinn minn. Heilagi Faðir. Ég bið fyrir Ísrael, Drottinn minn. Drottinn, þessi þjóð, Drottinn, sem þú tilengaði þér fyrir að vera þín þjóð, Drottinn minn. Við getum ekki stoppað það þó við viljum það, Drottinn minn. Þótt við vildum það, Drottinn minn, þá er það þú sem hefur valið. Það þú sem ert skapari himins og jarðar og það er þú sem ert upphafið og endirinn og við getum ekkert stoppa eitt eða neitt í því og ættum ekki gera það því þú ert með þetta allt í þinni hendi, heilagi Faðir. Drottinn Jesús, ég bara þakka þér fyrir það að þú ert með Ísrael og allt við okkur öll í þinni hendi, Faðir. Að þegar við komum inn í þitt heilaga ríki, Drottinn minn, hversu þvílík lofgjörð það verður. Heilagi Jesús, bara lofa þig og teikna þig, Drottinn minn og Guð minn. Takk Jesús, takk Jesús. Bið fyrir öllum sem eru sjúkir í dag. Þeir sem eru sjúkir heima fyrir þig hér, Drottinn minn, hver sem það er bakverkur, fótverkur, mjaðmaveikur, hvað sem það er, Drottinn minn, þú þekkir öll okkar sjúkleika og þú tókstu öll á þig, Drottinn, á krossinn fyrir okkur. Fyrir þína benjar, þá erum við heil í Jesú nafni. Fyrir þínar benjar, þá erum við heil, af því þú tókst á þig. Heilagur Jesús, takk Jesús. Fyrir þína náð og þína miskunn í Jesús heilaga nafni. Halleluja, halleluja. Ramakara mantaria. Jesús. Faðir, bara líka að leggja fram bara fórnina, Drottinn, fyrir þig, Drottinn minn, heilagi Faðir. Drottinn minn, í Jesú nafni. Faðir, ég bið bara með og gefa mig glöðum hjörtum, Drottinn, ekki með nauðung. Heilagi Faðir, inn í þitt heilagi ríki, Faðir. Drottinn, því að það er hér sem við fáum að upphefja þig og lofa þig, Drottinn minn. Því það er hér á þessum stað sem við erum hér að lofa þig og tilbiðja þig. Heilagi Faðir, bið að blessa hvern og einasta, Drottinn minn, í þínu heilagi ríki. Í Jesú heilaga nafni. Halleluja, halleluja, halleluja. Drottinn Jesús, ég er alltaf svo erfið með þetta að biðja. Halleluja. Talandi það, þá með bænina, þá erum við fyrst og fremst að fara að breyta samkomutímanum okkar. Á sumrin þá höfum við alltaf samkomuna klukkan 8 á kvöldin á sunnudögum. Þannig að við getum notið helgarinn og vikunar og komið samt á samkomu klukkan 8 til þess að byggja upp fyrir næstu viku. Þá breytist líka bænastundunar sem að verða fyrir samkomu. Það eru þá klukkan 7 og verða klukkan 7 og samkomu klukkan 8. En þetta er síðasta samkoman okkar klukkan 12. Í sumar allavega, en svo auðvitað kemur kick-off og það allt saman eftir sumarfríi, þannig að það verður svaka kick-off. Svo aðalegt, það verður rosalegt. Og svo ætlum við að hafa síðasta bænastundin á þriðjudögum fyrir sumarfrí, núna á þriðjudaginn, klukkan 6. Þá verður lofgjörðar og bænastund. Halleluja, og ég mæli með að allir mæti og biðji fyrir kirkjun okkar og okkur öllum hér. Og bara biðja fyrir ríkisstjórninni sem er nýkomin að hún muni bara Guð gefinni visku og speki og opinberum hvað það á að vera í framtíðinni fyrir okkur sem er okkur til heilla. Okkur þjóðinni til heilla í Jesú nafni. Halleluja.
Svo þetta síðasta samkoman kvöld fyrir úlingastarfi, fyrir sumafrí. Fyrir úlingastarfi, sumafrí. Halleluja. En þau koma aftur hress bara og hittast örugglega eitthvað á milli. Ég get ekki ímyndið með annað. Því að sjálfur ég búin að vera úlingur og við vorum alltaf að hittast reglulega og gera ýmislegt skemmtilegt þegar ég var úlingur. Ég er ennþá úlingur, þannig að það er ekki að marka, sko. Það sem að, já, svo ætla ég að biðja fyrir Svövu. Hún ætla að tala til okkar í dag. Halleluja, takk Svava mín að koma og tala til okkar í dag og bara Guð blessi orðið sem þú ætlar að tala til okkar í dag. Ég er svo erfið með að fara að segja ekki kvöld, því að ég er búin að tala svo mikið kvöld. Bara að Guð blessi þig og bara styrki þig að bara vera beinskett og góð í orðið þínu. Halleluja, takk, þakkar rosalega mikið til. Ekki bara þakkar til að heyra orðið sem við höfum gefið til Svövu. Það er æðislegt, það er yndislegt. En við ætlum að halda áfram að lofa Guð, að það er svo yndislegt. Og einmitt þegar ég var að undirbúa mig fyrir þetta dag, þá komið mitt Sálmur 68, 20-21. Þannig mér finnst mjög skemmtilegt að Eygló skulle vera mikið í sálmunum núna og svo bara er ég líka í sálmunum. Og þar stendur: Lofaður sé Drottinn ber oss dag eftir dag. Guð er hjálpræði vort. Guð er oss hjálpræðis Guð. Drottinn alvaldugur, bjarg frá dauðum. Það er hann. Þess vegna eigum við að lofa hann og upphefja hans nafn. Að við trúum því. Og þess vegna erum við hér. Að við trúum að Jesús Kristur reis upp frá dauðum og bjargaði okkur frá dauðanum. Og þótt að við förum héðan, en þá förum við bara annað heimilisfang, bara eins og stundum að flytja við. Og þegar við förum héðan, þá förum við bara upp í nýtt heimilisfang á himnum með Jesú. Vá, hvað það verður gaman. Halleluja, skulum halda áfram bara að lofa Guð. Amen. Kynslóð eftir kynslóð, krjúpa mun í lággjöf, lofa alveg látlaus lambi Guðs. Öll þau sem undan gengu og þau sem trúfá senn, lofa alveg látlaus lambi Guðs. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn ofar öllu er. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofar öllu er. Syngur himins allt sem skapað helgur, hátt upp hafið helgur, helgur meiri. Og þú sem frið og frelsi og fyrirgefning fannst, lofa alveg látlaust lambi Guðs. Og þú sem frelsið hefur fyrir Jesú nafn, lofa alveg látlaust lambi Guðs. Við lofum alveg látlaust og amen, syngur himins helgur, allt sem skapað
æðsta þitt nafn, er það mesta þitt nafn, ofar öllu er. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur þitt nafn, ofar öllu er. Þitt nafn er það æðsta þitt nafn, er það mesta þitt nafn, það ofar öllu er. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur þitt nafn, ofar öllu er. Syngur himinn segir, helgur, allt sem skapaði. Helgur, hafðu tafir er. Helgur, helgur Hinni lofsöngin, Jesús, hillum konungin. Jesús, þú valdir enn. Jesús, Jesús meiri. Þú valdir enn. Jesús, Jesús meiri. Takk Jesus. Halleluja Fader. Takk Jesus. Halleluja Fader. Takk drottinn minn og Guð. Frelsara á ég og vinum eilíf, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina senni þar er Jesús, og ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þér ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína. Ekkert annað í þessum heimi sem fangar mína sál. Því mun
Svava, gjör svo vel. Takk. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég ætla að opna hérna. Dásamleg löggjörð, fannst ykkur það ekki? Gott að koma saman og lofa Guð. Það sem að Guð lagði mér að hjarta, bara ég er búin að vera svona gerjast innra með mér undanfarnar vikur, er samfélag. Og þetta að við vöxum ekki ein. Og ég ætla að tala mikilvægi þess að vera hluti af samfélagi. Og orðið segir okkur að við erum sköpuð til þess að vera í samfélagi. Og við sjáum þegar Guð skapaði manninn sagði mjög snemma að það er ekki gott að maðurinn sé einn. Og við sjáum það er þessi tengsl. Það er ekki bara það að við séum ekki ein, það er það að við séum tengd. Það er það að við eigum samfélag og við séum tengd við einhvern sem að þekkir okkur með nafni, sem þekkir aðstæður okkar. Og ekki bara tengsla við sjálfa sig eins og kannski heimurinn vill kenna okkur að við þurfum að vera tengd inn á við. Sannarlega þurfum við auðvitað tíma með Drottni og vita hver við erum og allt þetta en við þurfum þessi tengsl sem að Guð skapaði okkur til. Og við lifum á þeim tíma í dag sem er svo skrítinn eiginlega að við getum verið umkringt fólki en virkilega einmana. Og við erum kannski tengd í gegnum síma og samfélagsmiðla. Ég veit ekki hvað ég á marga vini á Facebook. En þau vita kannski ekkert allt um mig og ég veit ekkert allt um þau. Þau veit ekki hvað skiptir máli og ég veit ekki hvað skiptir máli hjá þeim. Þau veit ekki sorgirnar mínar og áhyggjur og ég veit ekki heldur hjá þeim. En það skiptir öllu að það sé einhver. Auðvitað þurfum við að eiga samskipt og hafa samband við Guð. Við þurfum að leita til hans. Hann þarf að vera kletturinn okkar. Hann þarf að vera sá sem við byggjum allt okkar á. En máli er að það eru svo margir sem að upplifa það að það er enginn sem þekki þá raunverulega. Og aðskilja sig. Og ég er ein af þeim sem á þetta til. Einu sinni var ég þannig og ég var þannig sem barn að ég lét allt flakka. Og einhverjir sem að þekkja barnabarnið mitt, hana Aniku, vita hún er þannig, það bara vellur út úr henni og algjörlega fylltislaus og þannig var ég. Og ég ólst upp í aðstæðum sem að voru þannig að það átti ekki að segja frá. Það voru leyndamál og ég sagði of mörg og það var alltaf verið að reyna að þagga niður í mér að vera ekki að segja frá þessu leyndamálum. Svo verði ég fullorðin og það fer ýmislegt að gerast, meira þess að eftir ég frelsast. Og ég fer að í staðinn fyrir að segja frá, þá fer ég að loka, þá fer ég að vera í skömminni. Og einu sinni lærði ég það sem að gerist hjá okkur í kirkjum er að ef við erum bara hluta þessum hópi hér, þá erum við ekki með þessi djúpu tengsl. Ef við erum í heimahóp, þá eru aðeins dýpri tengsl, en það er ekki þessi djúpu tengsl. Það er ekki þar sem hún sest niður og segir, veistu það, ég get ekki borið þessa byrði, viltu bera hana með mér? Hún er svo þung. Eða að segja frá hvað hvílir á hjartanu, áhyggjurnar, óttinn, gleðin, tilhlökkun, óvissa. Og þess vegna skiptir svo miklu máli í kirkju að við hugsum hvernig samfélag við höfum. En ég er svo heppin og Guð er svo góður að hann hefur hjálpað mér að stíga út úr þessu sem að voru einu svona leyndamál. Af því hvað gerist ef það er leyndamál? Þá kemst eitthvað að sem er ekki Guð, sem heldur okkur frá og það fer að koma skömm. Og skömm er ekki frá Guði. Drottinn talar aldrei til okkur og minnir okkur á hvað við erum ömulega, hvað aðstæður eru ömulegar eða þetta gerist út af þessu. En það gerist þegar skömmin er yfirhöndinni hjá okkur.
Og í dag get ég sagt út, ég auðvitað ger ekkert við hvert sem að því mér finnst heldur ekki vont að berskjalda mig algjörlega. Að ég man þegar ég var að berskjalda mig og síðan voru einstaklingar sem að voru með upplýsingar mig, sem kunni ekki að fara með upplýsingarnar og meiddu mig með þeim. Það var vont. Þannig ég hef einhvern veginn þurft að læra hvar opna ég, hverjum treysti ég, en ég verð að hafa einhvern. Það skiptir öllu. Og ég fekk leiðsögn hjá manni sem leiði kristilegt starf. Ég veit ekki, kannski einhver eitthvað vita, en þá ég leiði TSC hérna á Íslandi. Og það er þungt. Við erum að vinna, við erum á vígvelli djöfulsins, svo ég segi nú bara þannig. Við stígum inn þar sem að er mikil eymd, mikil ótti, mikil myrkur og við erum að berjast. Og það er oft erfitt að vera í oddafluginu og sá sem að í spissinum, sá sem að brjóta vindinn, sá sem að stíga fram. Og hann benti mér á að finna 7 einstaklinga eða hjón sem að myndu biðja fyrir mér og fjölskyldunum minni og þeim bænarefnum sem að ég legg fram og biðja einstaklingana að skuldbinda sig í 1 ár eða hjá mér út árið 2026. Og hver einstaklingur með dag. Þannig að Jónína með mánudag og Sigríður með þriðjudag. En á sunnudagskvöldum sendi ég út bænarefni þar sem að þessar einstaklingar biðja fyrir. Og ég ætla að segja ykkur, fyrstu vikuna þá var breyting í andanum. Ekki bara sigrar, en ég varð vör við baráttuna. Hún var sterkari en hún var léttari. Vegna þess að það voru aðrir að bera byrðarnar. Munið hvað Gunni var að tala með að lyfta upp hendur. Það akkurat þetta, að þær verða svo þungar. Hafið þið prófað að vinna upp fyrir ykkur? Það einstaklega óþægilegt. Alveg bara, en að hafa einhvern sem að lyftir með manni, skiptir svo miklu máli. Og ég mæli með að allir geri þetta og sérstaklega leiðtogar. Þetta bara af því að það svo mikill leyndardómur í bæninni. Hún bara andardráttur trúarlífsins. Muna það. Og það sem hefur gerst þarna, ég segi frá, ég valdi einstaklingar sem ég treysti, þeir eru út allan heim, þannig að þetta fréttabréf fer út á ensku, en ég treysti þeim og ég segi þeim frá. Og þau þekkja mig og þau spyrja mig spurninga sem að kannski einhver annar spyr mig ekki. Og þau bíða eftir að heyra aftur. Og það eins og ég var að segja, það margir að glíma við hana einmanleika. Þó þeir séu sítengdir. Og við þurfum einhvern veginn að reyna að finna leiðir. Og þess vegna Kristi samfélag svo mikilvægt. Ekki bara sem staður sem við mætum á sunnudögum, heldur staður þar sem Guð mótar okkur. Málið að við mótust alltaf að samfélaginu. Það ekki hvort við verðum fyrir áhrifum, heldur hvaða áhrif móta okkur. Og ef við göngum ekki með fólki sem dregur okkur nær Jesú, þá eitthvað annað sem að jafnvel dregur okkur fjær Jesú eða mótar okkur á þann hátt sem að ekki svo leið sem okkur langar að fara eða svo leið sem að Drottinn vill og veit að við þurfum að fara. Og það menningin okkar. Það þessi ótti sem kannski innra með okkur út í samfélaginu. Það keyrt og ótta. Við eigum að óttast þetta og hitt og þetta. Það neysluhyggjan. Við gleymum okkur í og ég alveg seg þar. Ég þarf að minna mig á. Ég þarf ekki fleiri töskur. Ég samt alveg bara fell fyrir þeim bara vilt og galið. Og ég fer að fylla upp í ef ég eitthvað ekki að gefa Guði. Ef ég ekki að sinna trúnni. Að þá fer ég að fylla upp í með einhver öðru. Að því við þurfum að fylla upp í og það heilagur andi sem þarf að vera hérna. Það Drottinn Guð sem þarf að vera hér. Og við verðum sjálfhverf eða einmana jafnvel. Og við getum orðið það í einmanleikanum. Og við erum að muna það að við vöxum ekki tómarúmi. Það eitthvað í kringum okkur. Það einhvers konar andrúmsloft í kringum okkur. Það bara spurning hvers konar andrúmsloft það. Og Guð lætur okkur vaksa í samfélagi.
Í Póstulasögunni stendur: daglega komu menn saman með einum huga í helgidómnum, brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Póstulasagan 2:46. Þau lifðu saman, borðuðu saman, báðu saman, grétu saman, glöddu saman, þau voru saman, þau þekktu hvert annað. Og út frá þessu þá verður til samfélag þar sem fólk sem að líkist Jesú. Og við hugsum stundum andlegan þroska, svona eitthvað mjög persónulegt. Það er mín trú og ég meina örglega mín kynslóð og þeir sem eldri eru, kannski börn frá okkar börnum svona 30 upp úr, hafa heyrt þetta ég bara með persónulega trú. Hafa ekki heyrt það? Þetta var bara eðlilegt, sko. Ég meina, ég er ekkert að fara að segja öðrum frá, hún er bara persónuleg. En hvað segir Jesús í við að boða fagnaðarerindið? Hún er ekki persónuleg, hún er ekki fyrir þig að sitja heima hjá þér bara og ég á trú á Jesú og ég ger ekkert meira við hana. Við eigum að segja frá. Auðvitað eigum við að eiga bænastundir, auðvitað eigum við að eiga kyrrðastundir, en við eigum að eiga eitthvað meira heldur en þetta. Af því að samkvæmt Biblíunni þá gerist eitthvað stórt og eitthvað mikið þegar við vöxum með öðrum. Hebreabréfið segir: gefum gætur hvert öðru og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Og það er þetta sem ég er að tala um áðan. Þekkir einhver þig með nafni og þínar aðstæður. Og það er það sem þetta er að vísa í. Gefum gætur hvert öðru. Að þegar einhver hittir þig og spyr þig: hvernig líður þér? Jóhann, áttu góðan dag í dag? Manu sagði mér hérna fyrir og hvernig þegar einhver spyr mig hvernig líður og ég segi bara vel, sko. Og ég er að segja ykkur að það er bara allt, þú veist, það er bara brunar rústra bak með mig, en mér líður bara vel. Af því að, hvernig spyrjum við yfirleitt? Er ekki allt gott að frétta? Þegar þið hittið einhvern, hvernig heilsið þið? Ertu ekki bara fín? Gengur ekki bara vel? Við viljum fá það svar. En það er þessu hugafarsbreyting að reyna að breyta því þegar þú horfir á einstaklingin. Auðvitað á þetta ekki við alla. Ég er ekki með 2000 manns sem eru mjög nálægt mér. Það væri bara óeðlilegt. Þá myndi ég ekki þekkja neitt sérstaklega vel og ég hef ekki tíma fyrir að gera neitt annað heldur en að spyrja hvernig líður þér í alvörunni. En við þurfum fólk sem hvetur okkur þegar við erum þreytt. Við þurfum fólk sem segir okkur sannleikann þegar við erum að villast. Við þurfum fólk sem heldur utan um okkur þegar við höfum ekki styrkinn sjálf. Því að stundum sér samfélagið trúfesti Guð fyrir okkur, loforð Guðs fyrir okkar líf. Dadda talaði loforð Guðs í líf okkar hjóna í dag, vegna þess að hún heyrði og veit hvað er að gerast í okkar lífi. Og hún myndi okkur á hver loforð Guðs eru. Af því að við kannski stundum sjáum það ekki sjálf og þá þurfum við að fá einhvern sem tala til okkar. Og það er svo mikilvægt að muna að það er ekki til hlutlaust samfélag. Samfélag hefur áhrif. Allir bara verða mótaðir einhverju og þá er bara spurningin: hverjir hafa áhrif á okkur, hvaða raddir hlustum við mest á og hvaða gildur að móta okkur. Er það Biblían? Er það orð Guðs? Er það trúaðir, trúsystkini? Ef maður lifir einn og einangraður verður maður samt mótaður og mótast samt. Það er mjög trúlega mótastu þá af eigin hugsunum sem geta verið þá frekar djúpar og þungar. Þú mótast af þeim samfélagsmiðlum eða því sem þú leitar eftir, ferði í. Þú mótast meira að segja af þeirri búð sem þú verslar. Skiljið, við mótumst einhvern veginn af öllu. Og þess vegna skiptir máli að vera tengd við kirkjun okkar, við samfélagið okkar. Það hjálpar okkur að mótast af Jesú í stað þess að mótast bara heiminum í kringum okkur. Orðskviðirnir segja, ég segi þetta oft þegar við hjónum sjáum ekki hlutina alveg eins: járn brýnir járn og maður brýnir mann. Og hann hefur sannarlega verið sett inn í mitt líf til þess að taka af mér og sneiða í burtu ýmislegt, get ég sagt ykkur. Og ég hjá honum. Frumkirkjan var bylting, þið vitið það. Breytti gjörsamlega því samfélagi sem var. Og sagan það er ekki bara í ritningum sem við vitum þetta er bara þekkt að frumkirkjan breytti rómverska heiminum.
ekki með pólitísku valdi, ekki með hernaði, heldur með samfélagi sem leit öðruvísi út. Í Rómaveldi voru miklu svona múrar, alls konar stéttamúrar. Það voru ríkir og fátækir, þrælar og frjálsir, karlar og konur, gyðingar og heiðingjar. En í kirkjunni sátu allir við sama borð. Það var algjörlega byltingakent. Þessi kirkja hugsaði ekkjurnar, tóku að sér munaðarlaus, hugsaði sjúka þegar aðrir yfirgáfu þá, þeir deildu eigum sínum og þeir fyrirgáfu óvinnu sínum. Í samfélagi sem var fullt af grimmd var kirkjan þekkt fyrir kærleika og fólk tók eftir því og tók ekki bara eftir því. Heimurinn sem við búum við í dag, gildin sem við lifum, sem hefur umbreytt vestrænum heimi og bara flestum löndum, heimsálfum, er frá þessum aðstæðum, þessari frumkirkju, þetta sem að heilagur andi gefur, sem að Jesús kennir okkur. Og jafnvel andstæðingar kristinnar viðurkenndu að eitthvað sérstakt væri í kristna samfélaginu. Fólk sá ekki bara trú sem kenningu, það sá nýja tegund af samfélagi. Og samfélag sem við byggjum, það mótar heiminn í kringum okkur. Og það muni ég tala áðan að samfélagi mótar okkur, en við getum mótað samfélagið. Við getum haft áhrif, við getum komið og gert eitthvað, breytt samfélaginu, vegna þess að við erum verkfæri Drottins og heilagur andi býr innan með okkur. Og kirkjan er ekki bara kölluð til þess að halda samkomur, hún er kölluð til þess að vera ljós. Jesús sagði, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Matteus 5:14. Þegar kirkjan lifir eins og Jesús umbreytir samfélagið. Heimurinn sér eitthvað sem er einstakt. Eitthvað sem er miklu heilla heldur er allstaðar annars staðar í kringum okkur, vegna þess að það er svo margt brotið. Eitthvað sem gefur von og flestir er að leita þessari von. Við verðum átt okkur á því að frumkirkjan bað ekki bara saman, sem sagt átti ekki bara bænastundunar sem hún vissulega gerði, heldur hún lagði grunninn að sjúkrahúsum, að menntun og umönnun fyrir þá sem samfélagi gleymdi. Við eigum frumkirkjunni svo margt að þakka og það er frumkirkjan sem við eigum að reyna að líkjast þegar við erum að hittast og vera saman, að eiga þetta samfélag. Og af hverju hafði hún svona mikil áhrif? Því að þegar fólk mótast að Jesús, þá breytist það líka hvernig það kemur, það breytist hvernig við komum fram við annað fólk. Meira þess að þá sem að heimurinn myndi segja, já, skil vel að þú skulle hata hann. Þá biðjum við á sama tíma, Drottin, viltu varðveita hjarta mitt, svo að komi ekkert inn sem að rýrir það sem að þú hefur gefið mér. Drottin, viltu varðveita hjarta mitt. Viltu innsigla það í blóðu þínu, viltu passa að ég verð ekki beisk og ég verð ekki bitur, að ég fyllist ekki hatri. Þannig biðum maður, við viljum vera þetta ljós, við viljum vera ljós og þegar það er komið myrkur inn, þá skyggir það á, við viljum ekki láta skyggja á, við viljum að ljós Drottins lýsi. Samfélag sem mótast að kærleika Guðs byrjar að umbreyta heiminum í kringu sig. Og ég veit ekki hvort þið þekkið hann Bjarnaþór, hann kom með nýyrði og hann sagði, við erum andrúmsloftabreytarar. Og við eigum að vera andrúmsloftabreytarar, að þegar við komum inn eitthvert, þá breytist andrúmsloftið, ekki út af því að við erum svo dásamlega frábær, heldur vegna sem með okkur er heilagur andi. Og það kemur þessi kraftur, það kemur þessi umbreyting, eitthvað sem er ekki hægt að útskýra, er ekki hægt að ná alveg utanum, en allir finna þetta. Og í síðustu viku myndi Gunn okkur á líka mikilvægi þess að biðja fyrir leiðtogum okkar og því mikilvæga starfi sem þau gera og hversu mikilvægt það er fyrir okkur að heiðra þau og lyfta höndu þeirra upp þegar þau fara í gegnum baráttuna, vegna þess að það hríslast í gegnum allt starfið. Ég veit ekki hvort einhverju hér hafa hort á House of David.
En í seríu 2 þá dæmi þar sem þeir fara á vígvöllin og Samúel stendur upp og að biðja og vegna bænar vinna þeir, vegna þess að hann ákallaði nafn drottins og vegna þess að þeir í nafni drottins. Og það akkurat þetta, að þegar við biðjum og við vitum að við þurfum að vera einhvern veginn með þeim, við þurfum að biðja fyrir þeim. Þau að brjóta þennan vind sem þessi kirkja fær á móti sér og við þurfum að biðja fyrir þeim. Og við þurfum að vera tilbúin að vera í oddafluginu og koma inn og taka, herri, nú skal ég taka, nú stíg ég inn, nú ég sé þú ert þreytt, nú tek ég vindinn. Og Guð gefur kirkjunum leiðtoga. Ekki til þess að stjórna fólki, heldur til þess að hjálpa okkur að vaksa. Páll segir í Efesus 4:11-13 og frá honum sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hinn heilugu og láta þeim þjónustu í té. Líkama Krists til uppbyggingar. Þangað til við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Krists fyllingar. Góðir leiðtogar hjálpa samfélaginu að halda fókus á Jesús. Þeir skapa öruggt rými til vaxtar, leiðrétta í kærleika, hvetja fólk áfram, hjálpa fólki að finna tilgang sinn og minna samfélagi stöðugt á hjarta Jesús. Að við séum í beinni lóðalínu, akkurat stillt. Og þegar við sveiflumst þá reynum við aftur að byggja og koma okkur aftur í beina línu og þekkja og vita hvað Guð segir við okkur og hvernig við eigum að lifa og vera. Og við sjáum þetta hér í Jesús sjálfum. Jesús hafði þennan mannfjölda, en hann mótaði þessa 12 lærisveina nái sem var með. Hann gekk með þeim, hann svaf með þeim, hann borðaði með þeim, hann kendi, leiðrétti þá, elskaði þá. Því að andleg leiðsögn snýst ekki bara upplýsingar, heldur umbreytingu. Og hvernig verðum við svona samfélag? Og aftur ætla ég að vísa í hvað Gunni talaði síðustu viku. Hann myndi okkur á að við verðum að setja okkur, ég, inn í mengið. Hvernig get ég? Við getum byrjað á að spyrja, hvernig get ég vaxið? Og svo verðum við að víkka út sjóndeildarhringinn og spyrja, hvernig verður við samfélag sem hjálpar fólki að vaksa? Hvernig verður við kirkja sem líkist frumkirkjunni? Hvernig verður við kirkja þar sem fólk finnur að það öruggt og það eigi heimili? Hvernig verður við kirkja sem mótar fólk til að verða meira eins og Jesús? Og hvernig gerist það? Með því að fara úr því að vera áhorfandi yfir í þáttöku. Frumkirkjan var ekki að þið mættuð og svo bara var einn upp á sviði að tala eins og ég að gera núna. Þetta var fjölskylda sem talaði saman, lærði saman, bað saman, borðaði saman og gekk saman í gegnum lífið. Og kannski næsta skref fyrir suma ekki bara meiri þekking, heldur dýpri tengsl. Því fólk vex hraðar í hring heldur en í röð. Og þetta skrítin samlíking, en hún í sjálfs ekki skrítin. Ef ég myndi biðja ykkur öllum að stilla ykkur upp í röð hérna, þar sem þið náið frá þessum glugga og yfir næsta, og bara beinröð. Og svo myndi ég segja við þann sem fremst, hvernig líst þér á þann sem í miðjunni? Hann myndi eiga erfitt með að sjá hvað að gerast hjá þessum í miðjunni. Ef ég myndi biðja ykkur að stilla ykkur hérna í hring, hvað myndi gerast þá? Við myndum sjá hvert annað, við myndum skilja hver þú ert. Við myndum sjá, já, þessi með brúnaugu, jafnvel. Eða, já, hún hlær mikið, eða ég sé, hún er sorgmætt. Vegna þess að fólk vex hraðar á þennan hátt, ef það þekkt, ef það ekki dulið eða í felum. Að með því að gera bænina að hjartslætti samfélagsins og ég þarf að taka mig á þar. Ég þarf að vera duglegur að bænastundum með öðrum. Ég er mjög dugleg að bænastundum með Guði á mótnana. Elska mínar bænasamveru með honum. Elska að dvelja í orðinu. Elska tilbiðan. Elska nálæðina. Svo bara gerist dagurinn. Ég er í 100% starfi sem dósent upp í háskóla. Ég er líka alveg á fullu í TC
og þið veitir, það margt, pluss ég á fjölskyldu og síðan mæðir ýmislegt á í minni fjölskyldu. Þannig að það tekur tíma. En málið ég veit alveg eins og þegar Ingibjörg fór að biðja áðan, það gerist eitthvað þegar bænin fer af stað og þegar við biðjum saman þá gerist eitthvað miklu meira. Og ég kom inn í morgun og þau voru 3 að biðja og þau sagði gott þú komst núna, vorum akkurat að biðja fyrir þér. Og þá ákvað ég að berskjalda mig og segja hvað að gerast. Og vitið hvað gerðist? Þau börðust í bæn fyrir mér, fyrir fjölskyldunum minni, fyrir manninu mínum. Og ég heyrði hrópin. Ég var búin að senda á bænaneti mitt í gær. Ég með einstaklingar sem ég sendi til og ég búin að segja hvað var í gangi. Og ég fann að bænin virkaði. En það að vera með að biðja, það svo gott. Og við mættum gera meira af því. Vegna þess að bænin lykillinn. Ef við viljum ná einhverju fram, ef við viljum einhverju umbreytingu, þá bæn. Og ég veit ekki hversu oft, hann Gilli kom norður þegar ég var að stíga inn með fyrstu mánuði sem leiðtogi í TC til að taka sólarhringsbæni með mér. Og stundum voru við 2 og stundum voru fleiri með okkur. En vitið hversu mikilvægt það að það fólk sem tilbúið að biðja. Fólk sem tilbúið að berjast til þess að standa með okkur. Til þess að taka byrðarnar og segja, herri, ég skal bara ganga þetta með þér. Og þetta samfélagi sem að mig langar að vera þáttakandi í. Og ég þarf að spyrja, hvað get ég gert? Og svo þarf ég að velta fyrir mig, hvað getum við gert? Að við biðjum fyrir hvert fyrir öðru eftir samkomur. Að heimili opnist fyrir bænastundir. Að við séum ekki svona loka mengi sem að enginn þekkir. Að börn heyri foreldra sinna biðja. Að ungt fólk sjáu eldri kynslóð leita Guð af einlægni. Kannski þurfum við bara minna af þessu fullkomnun sem við erum alltaf að reyna. Við erum að reyna að hafa fullkomið prógram, fullkomið ljósasjó, fullkomið. Og kannski þurfum við bara meira að nærvera Guðs. Af því þegar fólk biður saman þá gerist eitthvað. Hjörtu mýkjast, byrða léttast og von kviknar aftur. Og ég ætla að segja ykkur, ég örugglega komin því sem betur fyrir setti ekki tíman á. Og það bara gott. Það er ekki oft sem ég fer í stuð, en nú að gerast. Að þið ykkar kannski einhverju vita, þá ég færeysk að hluta og ólst upp í Færeyjum. Og í síðustu viku þá voru aðstæður heima, aftur það er fullt af aðstæðum heima. En það var þannig að við erum með barnabarn okkar í fóstri og það var nýr ráðgjaf að koma inn sem var svona að kynnast og það þannig að þær fara upp í herbyggi, barnabarnið og ráðgjafinn og ég segi við Jón, nú skulum við biðja. Þá bankað. Og inn kemur hersveit. 4 Færeyingar, trúboðar, sem koma bara inn með harmóniku og bara, hæ, við erum í nágranninu, vissum að fundum út að þú býrð hér og okkur langar að heimsækja þig. Og þeir fóru út á pall og með harmónikuna og sálmabækur og ráðgjafinn kom og þetta var mjög skrítið augnablik, ég að segja ykkur það og ég hugsa, ég stóð bara svona já, þeir fara bara út á pall og ég tala bara við þig. Þú veist, ég hugsa bara, þetta hlýtur að Guð, þetta svo absúrt, þetta svo skrítið, þetta bara, og það ástæðan fyrir ég að segja ykkur frá þessu að vegna þess að það samfélag. Þarna var ég samt búin að kynnast þessum manni á Facebook og einn þeirra var frændi minn. Og þeir finna út hvar ég heima og ég ekki með skráð í símaskrána. Þannig að þeir fundu út hverjum ég var gift og hvar hann ætti heima. Þannig þeir komu. Hann sendi Guð bænahermenn. Af því ég var nýbúin að segja við Jóhann, við þurfum að biðja. Og við erum búin að vera í svona andlegri baráttu, þannig að við höfum virkilega þurft marga með okkur. Og hann sendi þarna 4 einstaklinga. Og þetta var svo magnað augnablik og þetta var svo staðfesting á því að Jesús veit, Guð veit, hann þarna, treystum honum. Og þeir vita örugglega enda á hverju þau komu, en þeir bara vissu að frændi minn segir, já, ég ekki að fara frá Hafnarfirði og frænka mín býr hér, við verðum að finna hvar hann á heima.
Hann, hann fær þetta, hann þurfa að koma og hann kemur inn og það léttist allt. Samtalið var svo gott. Ég satt inn í stofu með ráðgjafanum og meðan það var lofgerð og tónlist úti og bara, bara andinn heima. Var svo dásamlegur og enda með því að hún segir, já, ég held að ég þurfi bara að fara í heimsókn til Færeyja, sagði ráðgjafan þegar hún fór. Og þetta sýndi mig bara hvernig Guð er og það er þetta samfélag sem við þurfum. Það er þessi augnablik. Við þurfum ofta ekki að vita ef að Guð ýtir í þig og segir, farðu og byttu fyrir þessum eða minni þig á einhvern, hlustaðu á það. Þarft ekki að fá útskýringu, þarft ekki að vita hvað það er. Þannig að það er líka annað sem að mér hefur fundið svo flott að því við erum að tala um heilsteypta og heilbrigða og góða kirkju. Og það er einn fallegasta myndir sem ég sé. Það er þegar kynslóðir ganga saman. Þegar eldri miðla visku, þegar yngra fólk kemur með eldin sinn, þegar börn fá að tilheyra og þegar enginn er skilin eftir útundan. Og samfélagi veikist þegar kynslóðir einangrast og það er svo mikilvægt að muna það að huga þeirri einingu. En kirkjan verður sterk þegar fjölskyldan verður stærri en bara okkar eigið heimili, en líka þegar fjölskyldan þjónar saman. Og ég elska að horfa á ykkur, Raggi og Dadda og Eygló og Gunni og ykkar börn. Og þið eru ekki bara í kirkju saman, þið eru að þjóna, þið eru að lofa og þetta er svo góðu vitnisburður. Og þetta skapar löngun og ég bið í hjarta mínu og Drottinn gefðu að þetta verði minn raunveruleiki einhvern daginn að ég sjái þetta gerist í mínu lífi. Og þetta eru fyrirmyndir sem hvernig kirkjan getur verið aldurslaus og hvernig fjölskyldan getur vaxið í trúnni. Þetta er svo dásamlegt. En við skulum reyna að stefna því að lifa lífinu saman. Og eitt sem að Jesús gerði, hann borðaði mjög mikið með fólki, ég veit ekki hvort það tekið eftir, gangandi gegnum Biblíuna eða Nýja testamentið. Og ég held að við gerum okkur auðvitað öll grein fyrir því að dýpstu samræðurnar eiga sér ekki stað upp á sviði eða á hlaupum. Það við getum eiginlega sagt að gerist við eldhúsborðið. Og byrja kannski með kaffibolla, með heimboði, göngutúr, litlum hóp eða bara einfaldi spurningu, hvernig hefur það í alvörunni. Samfélag byggist ekki bara á salnum í samkomu eða skipulagðri stund, heldur lífinu á milli samkoma. Og það er þetta að vinna saman. Og við vorum minnt á það síðasta sunnudag. Að betri eru 2 en 1 því að þeir hafa betri laun fyrir strit sitt. Falli annar þeirra getur hinn reist félaga sinn á fætur, en vei einstæðingnum sem fellur og enginn er til að reisa á fætur. Þannig að við eigum öll tímabil þar sem við veikjumst eða verðum ekki jafn sterk í trúnni. Þar sem við fáum efasemdir, þar sem þreytar algjörlega yfirbuga okkur. Þar sem við finnum fyrir mikilli sorg, þar sem við stöndum frammi fyrir freistingum eða jafnvel kulnun. Og þá skiptir samfélagi máli. Það er eitthvað heilbrigt og það er eitthvað gott. Það er einhver segir, veistu, að þú þarft ekki að bera þetta einn. Ég skal vera með þér. Og við verðum líka muna að kirkjan er ekki fullkomin. En það breytir því ekki, hún er samt verkfæri sem Guð notar. Og samfélag getur sært, fólk mun bregðast, leiðtogar gera mistök, kirkjur eru ekki fullkomnar, en Drottinn Guð er fullkomin. En þrátt fyrir þetta þá hefur Guð ákveðið að vinna í gegnum fólk. Hugsið ykkur, hver hér er breyskur en vegna dýrðar og náð Drottins og hann hefur valið og við fáum að velja hvort við viljum vera með. En það er svo gaman. Á sama tíma það getur verið áreynsla og áskorun. Og þess vegna þurfum við að reyna að biðja Guð að gefa okkur. Við vorum nú að grínast einhver með þetta áðan, en við þurfum að biðja Guð að gefa okkur auðmýkt. Og við þurfum að vera með iðrandi hjarta. Við þurfum að iðrast. Við þurfum að koma fram fyrir Guð þegar við erum röng og þegar við gerum rangt og þegar við lifum ekki samkvæmt því sem við vitum að Drottinn biður okkur að gera. Ekki með dómi heldur iðrun. Og við eigum að sýna náð og við eigum líka að sýna okkur sjálfum náð. Og við eigum að veita fyrirgefningu og sýna kærleika. Kirkjan er ekki hópur fullkomins fólks. Hún er fólk sem lærir saman að fylgja Jesú.
Þannig að nú ætlum við að ekki bara spyrja hvað get ég fengið frá kirkjunni, heldur hvernig get ég hjálpa til við að byggja samfélag sem líkist Jesú. Öflug kirkja verður til þegar venjulegt fólk leyfir sér að elska, vera saman, þjóna í auðmýkt og ákveða ég ætla ekki að gera þetta ein. Sterk kirkja er ekki fullkomin kirkja, hún er kirkja þar sem heilagur andi fær að móta fólk. Og þegar þannig samfélag verður til, þá tekur heimurinn eftir því. Þá verður við andrúmsloftabreytarar. Það gerist eitthvað. Og ég ætla að biðja lofgjörahópinn að koma upp á svið. Og ég ætla bara að minna, kannski hefur þú verið að reyna að ganga einn, kannski hefur þú einangrast, kannski líður eins og þú eigi hvergi heima í andlegum eða félagslegum skilningi. En Guð kallar okkur ekki til þess að vera ein og við mótust alltaf að samfélaginu okkar. Og þess vegna skiptir máli með hverjum við göngum. Við verðum að velja með hverjum við göngum. Frumkirkjan, hún breytti heiminum vegna þess að fólk sá samfélag sem líktist Jesú. Og enn í dag er kirkjan kölluð til hins sama. Að vera samfélag sem biður saman, sem elskar, þjónar auðmýkt, ber byrðar, fyrirgefur og hjálpa fólki að verða meira líkt Kristi. Því við vöxum ekki ein. Ég ætla að minna á það boðið upp á fyrirbæn og mér langar til þess að hvetja þig ef þú ert með byrði að leyfa okkur að bera hana með þér og ef þú ert einmana að segja okkur frá því. Og ef þið vantar samfélagshóp eða vantar vin eða vantar að fara með einhvern í göngu, leyfðu fólki, segðu fólki frá. Þannig brýturðu þetta ok í burtu og gefur öðrum. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Frábært orð. Við ætlum að lofa Guð saman í einu lagi og ef þú vilt fyrirbæn þá endilega komdu hérna fram. Og leyfðu okkur að standa með þér eins og sá að vera að segja. Stöndum saman í bæn. Amen. Amen. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song was still, and you knew. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, and nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I'm at one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw in my hands, praise you again and again. 'Cause all